Verkefni 13 í Excel. Þetta eru óuppsett dæmi á blaðsíðu F20, síða 5 í verkefni 13. Hérna er spurt vara sem kostar 18.600 krónur með 24% virðisaukaskatti. Hvað kostar hún án virðisaukaskatts? Þá kostar hún 18.600 deilt með einum sem þýðir 100% plús 24%. Hún kostar 15.000 án virðisauka. Ef þið bætið 24% ofan á 15.000 og leggið við 15.000, þá eigið að fá út 18.600. Hér er spurt hvert er upphaflegt verð vöru sem að kostaði 15.000 og er lækkuð 25%. Þá kostar hún 15.000 deilt með 100% mínus 25%. Við verðum að hafa sviga hér af því að plús og mínus skipta liðum. Þannig að hún byrjar á að draga 25% frá 100% og deilir með 75% upp í 15.000 krónur. Hér er dæmi 3. Jón leggur peninga í fyrirtæki og tapar 15%. Hve mikið lagði hann fram ef hann fær 738.000 krónur tilbaka. Þannig að þetta er sama aðferð og hér. B8 deilt með 100% mínus 15% og svíi utanum. Síðan er hér á útsölu var verð á vöru lækkað 14%. Útsöluverði var 15.600, reiknið út upphaflegt verð vörunar. Og þetta er nákvæmlega sama aðferð og í þessum tveimur dæmum. Það er verðið deilt með 100% mínus 14% og svíi.